Komið sæl og blessuð. Þá erum við búin að vera 24 ekki sólarhringar, 24 klukkustundir í loftinu. Ég heiti Björn Þorláksson og það búið að vera virkilega gaman að vera með ykkur, kæru hlustendur og áhorfendur. 24 klukkustundir það hafa verið fljótar að líða og við erum hvergi nærri hætt hér í þessu fjáröflunar átaki samstöðurinnar. Við ætlum að vera fram á kvöld og ég tek hatt minn ofan fyrir hetjunum sem að stóðu hér á vaktina í alla nótt. Mér skilst, ég var svona að renna yfir prógramið okkar, við erum með ýmis vinnuskjöl hér í tölvunum okkar og símanum og svona ég rendi hratt yfir á hann og mér sýndist að endurnýjuð morgunvakt eða morgun sjónvarp núna, morgun sjónvarsvakt númer 2. Þetta sé liður númer 28 eða 29 síðan klukkan 7 í gærmorgun. Og það verður að segjast eins og að maður hefur aldrei tekið þátt í öðru eins ævintýri. Ég heyri ekki annað á þeim sem að taka við áskriftum en að þetta hafi bara gengið mjög vel og það hafi hópast inn áskriftir. Og það er jú tilgangurinn, við erum að reyna að verja samstöðina. Við erum að reyna að halda íslensku fjölmiðla umhverfi eins fjölbreyttu eins og getur orðið með því að halda úti samstöðinni. Það er sótt að einkareknum fjölmiðlum með alls konar hætti. Það er hætta á því að samfélögin verði eins leitari og lýðræðið skekkist ef einkareknir miðlar heltast úr leik. Ég hef veltið upp hér í fjölmiðla þáttum sem að ég hef haldið út á samstöðinni allt frá áramótum hvort sú sviðsmynd gæti orðið upp í þessu landi að við yrðum annars vegar með Ríkisútvarpið sem góðra gjalda vert að hafa úti, það er mikilvæg stofnun. Núna fær Ríkisútvarpið 10 milljarða til rekstrar á ári á meðan samstöðin fekk 6 milljónir af opinberu fé og hvort sem sagt sú sviðsmynd gæti verið uppi í framtíðin að við höfum annars vegar þennan risa sem rekin áfram alfarið nánast með opinberu fé og auglýsingafé sem hefur ekkert verið mjög vinsælt og svo hins vegar kannski einn eða tvo aðra einkarekna miðla sem væru samt ekki einkareknari en svo að það væri til dæmis stórútgerðin eða einhver svona risavaxin auð samtök sem að myndu halda þeim úti. Myndu við vilja það? Við höfum heyrt að fleiri miðlar en við svona gætum átt betri daga rekstrarlega og við höfum hort á mjög mikla fækkun miðla sem að við héldum að stæðu traustum fótum. Það er náttúrulega nærtækast að horfa til fréttablaðsins í þeim efnum. Ég var nú einn af síðustu starfsmönnunum þar og maður horfið á ritstjórnina minnka og síðan fækkaði en samt trúði maður einhvern veginn aldrei að fréttablaðið myndi falla úr leik. Maður trúði því aldrei að hér yrði bara 1 dagblað. Vegna þess að ég hóf minn blaðamannaferil á þeim árum þegar eru gefin út 4 dagblöð. En það gerðist. Fréttablaðið fór og síðan sjónvarpsstöðvar sem að margir Íslendingar höfðu tekið ástfóstri við. Það má nefna Hringbraut, það má nefna N4 og við vorum svolítið að fjalla dauða sjónvarpsstöðva í gær og þemað í þessari maraþondagskrá okkar að nokkru leyti fjölmiðlun til hvers þurfum við hana. Eru fjölmiðlar sannarlega lýðræðislegir hornsteinar og ef þeir eru það verðum við þá ekki að gera eitthvað til þess að halda þeim gangandi. Og þetta eitthvað sem við erum að biðja ykkur, kæru hlustendur, eru áskriftir. Við vitum það að það gríðarlegu fjöldi Íslendinga sem að fylgist með samstöðin á hverjum einasta degi. Það má telja það í mörgum tugum þúsunda. Við sjáum það á mælingum stundum að það er bara hátt samfélagið að fylgjast með spennandi þjóðmálaþáttum hér í beinni útsendingu og svo framvegis. Það er nefnilega málið að þið getið hort á okkur án þess að greiða nokkuð. En við biðlum til ykkar sem eru aflögu fær að þótti hafið aðgengið okkar efni, þá biðjum við ykkur að velta því fyrir ykkur hvort þið getið látið af hendi rakna aðeins 2.750 krónur á mánuði. Það er lágmarksgjaldið. Þið getið náttúrulega að dobla þá fjárhæð.
en það búið að vera alveg ótrúlega gjöfult og skemmtilegt að vera í sambandi við ykkur síðustu 24 klukkustundirnar og ég eins og held ég allir aðrir starfsmenn samstöðurinnar búin að fá bara mörg bréf, alls konar hvatningu, tölvupósta, engaskilaboð, símtöl. Ein konas sendi skilaboð í gær þar sem hún var að segja upp Storytel og Audible og í staðinn tvöfalda ég mína áskrift að samstöðinni. Og þetta náttúrulega hvetur okkur meira áfram heldur en nokkuð annað því það að við sjáum fólk sína stuðning í verki með því að opna pingjuna, þar að segja þau ykkar sem eru aflögufær, það jú bensínið sem að knýr okkur áfram. Við höfum haldið því fram að samstöðin sé hér til að svara kalli frá ykkur. Við heyrum það allstaðar að umræða okkar sé með einhverjum hætti öðruvísi heldur en umræða annara fjölmiðla. Það oft talað dýftina, það talað að við undirbúum mörg viðtöl vel. Ég get sagt ykkur sem dæmi að ef ég að fara í mál sem að ég þekki ekki mjög vel, þá bara mjög algengt að ég lesi mig til í einhverja 3-4 klukkutíma það mál áður en viðmælandin eða viðmælendurnir koma og svo fer maður svona í gegnum kannski þessar 50 mínútur sem eru framöndan, ég fer í gegnum þær í huganum, ég velti því fyrir mér hvað geri ég ef talið fer á þessar brautir og mín reynsla svo að undirbúningur hans skilar árangri. Ég byrjaði í fjölmiðlum árið 1984, ég var 19 ára gamall þegar ég hóf störf sem frílans bæði ljósmyndar og blaðamaður fyrir dagblaðið Tímann sem að þá hét Nútíminn, NT. Átti að vera svona byltingarkenndur fjölmiðill, poppaðir í fjölmiðill, hann átti að höfða til yngri Íslendinga. Veit ekki hvort okkur tókst það nokkru sinni en þá bjó ég fyrir norðan á Akureyri, ég var í menntaskólanum á Akureyri og 19 ára gamall byrjaði ég að taka mín fyrstu viðtöl og taka mínar fyrstu ljósmyndir og senda svo í brúnu umslagi suður til Reykjavíkur til höfuðstöðva Tímans. Þannig að ég hef talað við fólk í 41 ár, það alltaf mikil tími. Sigurjón Magnús Egilsson, hann fór yfir það núna daginn einhver tíman með mér að hann og Gunnar Smári eru náttúrulega bræður eins og þið vitið. Hann fór yfir það að held ég, þau 4 okkar sem eru reynslumest, þetta samanlagður starfstími okkar rétt 150 ár. Þannig að það engin smáraðistími og okkur stundu sagt að þessi reynsla, hún skili sér í efnistökum og svona hvernig við nálgumst veröldina. Hér að koma ágætur gestur, fyrsti gestur Morgun Sjónvarpsins, vertu velkominn. Fáðu bara sæti ég var að segja þarna Ólafur minn, sem sagt ekki þessum stól heldur þarna, ég held að það sé málið. Nú, ég vona að þið hafið haft gaman að þessari kynningu minni aðeins á sjálfum mér og fjölmiðla reynslu okkar starfsmanna samstöðarinnar. Það verða 2 gestir hjá mér í dag fram til klukkan 9. Annar Ólafur Ingólfsson, hann jarðvísindamaður og þið hafið séð honum bregða fyrir hér á samstöðinni. Ég held að ég hafi sjálfur tekið við hann að minnsta kosti 2 viðtöl, annars vegar jarðvísindi og hins vegar æðruleysisgöngu sem hann gekk í kjölfar eineltis sem hann varð fyrir á vinnustað og mér fannst hann gaf út bók þá reynslu. Ég las þá bók og ég hugsaði með mér sunnudagsmorgun því að við þurfum að plana okkar viðtöl með góðum fyrirvara, við þurfum að reyna að velta því fyrir okkur hvernig verður stemningin þarna og ég hugsaði með mér sunnudagsmorgun, ég held að Ólafur þessi gæti verið ágætur viðmælandi svona í hæga gangi á sunnudagsmorgni og hinn viðmælandinn sem bókaður hér síðar kemur kannski svona klukkan 8. Hann hefur einnig verið hér í viðtölum, hann heitir séra Guðmundur Karl. Hver það kunnið að spyrja? Jú, það gæinn sem varð næstum því biskup í fyrra og sótti mjög á í seinni umferðinni. Hann munaði nú bara tiltölulega litlu að hann myndi vinna biskupskosninguna. Ég segi það að Ólafur hafi gengið æðruleysisgöngu og
kannski var eitthvað svipað í gangi hjá Guðmundi þessum þegar hann flutti til Ítalíu eftir biskupskjörið í fyrra sumar og hann gerðist myndlistarmaður. Hann búinn að vera að mála myndir í allan vetur og eitthvað fram eftir sumri á Ítalíu. Hvað fær prest sem verður næstu því biskup til þess að flytja til Ítalíu og fara að mála myndir? Þetta eru menn að mínu skapi, þetta eru Íslendingar að mínu skapi. Við erum frábær þjóð, við eigum ótrúlega marga skemmtilega einstaklinga við Íslendingar og í hvers skipti sem að eitthvert okkar fer út fyrir landsteinana til þess að auka virði sitt og skoða heiminn í öðru ljósi og kemur aftur tilbaka, þá held ég að í því felist einhver svona sérstakur auður sem að við þurfum að búa yfir og þess vegna langar mig að ræða við þessa tvo menn. Segir ekki einhverstaðar heimst heimaalið barn. Ég held að það sé þannig. En Ólafur að setjast og svona bergi á fyrsta kaffibóllanum, en ég ætla aðeins áður en við tveir hefjum spjallið fyrir ykkur að svona fara yfir einhver mál sem að kannski klikkar nú músin hjá mér. Já, ég ætla að því að þetta á nú að heita Morgun sjónvarp sem endurvakið. Það ansi langt síðan við höfum verið með morgun sjónvarp hér á Íslandi, ekki satt. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá veðrinu. Það fínt veður í Reykjavík. Aðeins þyngra yfir heldur en í gærmorgun, en það milt og gott veður, 12 stiga hiti. Það töluvert kaldur á Akureyri, bara 6 stiga hiti. Sólin helst á Vestfjörðum í dag. En hæglætisveður og meinlætisveður fyrir austan og veðurspáin þannig að það verður fremur hæg og breytileg átt í dag, skýjað að mestu og skúrir eða dálítil rigning en þurrt á Vestfjörðum og hitinn verður sem sagt 6 til 14 stig og svalast á Norðurlandi. Norðlæg eða breytileg átt á morgun mánudag, víða 5 til 10 metrar á sekundu og dregur úr vætu en áfram skúrir á Suðurlandi. Hiti breytist lítið. Ágætis veður til að ástunda hér síðari marathondaginn í langri útsendingu samstöðurinnar og einhver heldur því fram að við séum nú þegar búin að slá Íslandsmetið og jafnvel rækilega það með þessum rúmu 24 klukkustundum sem við höfum verið í loftinu. Nú, ég fór aðeins á fréttavefi til þess að kanna hvað væri svona helst að gera. Ég sá DVF að þeir voru að vitna mikið til okkar á samstöðinni og voru að skrifa upp úr viðtölum sem við höfum tekið. Sá eina fréttar sem að Eiríkur Björn Björgvinsson sem þingmaður Viðreisnar og fyrrverandi bæjarstjóri á Akureyri. Það var fjallað viðtal sem hann var í á samstöðinni undir dagskrárliðnum óþekkti þingmaðurinn í síðustu viku. Og þar fjallað það ofbeldi sem að Eiríkur Björn, þessi hægláti og prúði maður, hefur orðið fyrir í sínu störfum sem opinber embættismaður, ekki síst þegar hann var bæjarstjóri fyrir norðan. Hann lýsir bara árásum, bæði andlegu ofbeldi og líkamlegum og hafið aldrei rætt þetta áður þegar ég rætti við hann í síðustu viku. Og það einmitt það sem að samstöðin reynir að gera. Hún reynir að draga hluti út í dagsljósið sem oft liggja annars bara kjörrir í myrkrinu og þótt við séum kannski ekki með eiginlegar fréttir, sjónvarpsfréttir á hverjum degi, þá það bara mjög oft sem að svo þjóðmála umræða sem við stöndum fyrir hér, hún leiðir til þess að aðrir fjölmiðlar skrifa fréttir. Ég tók til dæmis seint í gærkvöldi viðtal við Sönnu Magdalenu Mörtudóttur erjurnar innan sósíalistaflokksins og mér þykir mjög líklegt að það verði skrifað fréttamiðlar muni skrifa fréttir upp því í dag. En ég kíkti líka út fyrir landsteinana og mér fannst gaman að sjá það alltaf á BBC að ganga samkynhneigðra í Budapest. Hún fór fram á þess að Orbán gæti eyðilagt hana. Við höfum öll áhyggjur af framtíð heimsins. Við höfum áhyggjur af vaxandi rasisma, vaxandi fordómum gagnvart transfólki, samkynhneigðum og öðrum slíkum. Þó það ekki rétt hjá mér. Við höfum ekki öll áhyggjur af þessu.
mörg okkar hreinlega kynda undir fordómum, jaðarsetningu og mismunun þessa dagana. Við á samstöðinni reynum að vera í hinu liðinu, við reynum að ekki útrýma, það er náttúrulega aldrei hægt að útrýma fordómum, en við reynum að veita fordómum aðhald, við reynum að veita kynþáttahyggju aðhald, við höfum velt upp spurningum þjóðernishyggju og annað slíkt og stöndum fyrir svona daglegri naflaskoðun, getum maður sagt, með öllum þessum frábæru gestum sem að endalaust virðast tilbúnir til þess að koma hérna að rauða borðinu eða í öðrum dagskrárliðum og spjalla við ykkur. Ég veit ekki hvað þeir eru margir síðustu 24 klukkstundirnar sem að hafa komið til okkar, en mér er næra að halda að við getum talað þetta í hundruðum frekar en tugum og ég myndist á hann á kveðjurnar og allt þetta allt þetta góða samband og allt þessa góða strauma sem við fengið frá okkur og það er bara, já, það er eiginlega í rauninni stærsta ástæðan fyrir því að maður starfar hér. Það er þetta nána samband við ykkur og ef þið sem sagt kaupið áskrift að samstöðinni þá lítum við svo á sem að þið séu komið með einhvern vísi að dagskrárvaldi. Ef þið sendið mér engaskilaboð eða hringið í mig og segir, Heri Bjössi, ég er hún áskrifandi á samstöðinni, ég var að spá í ættir þú ekki taka fyrir hérna það er á Alþingi, þá er ég svona, já, þið eru komið með smá ritstjórnarvald, svona það er eftir ýmsu að slægjast. En ég ætla nú ekki að þæfa ég ætla ekki að stunda málþóf lengur hér, ég þarf þess ekki af því að það er komin gestur og þannig að hér verða kaflaskipti. Vertu velkomin, Ólafur Ingólfsson, takk fyrir að hérna fórna þér svo snemma sunnudags og líta við hjá okkur á samstöðinni. Já, það er náttúrulega ekkert máli, ekki mjög morgunsvæfur sko, þannig að Nei, ég veit. Þetta er bara fínt að koma hingað og fá kaffibolla. Er það ekki bara? Jú. Já. Ég veit ekki hvað þú heyrðir af því sem ég sagði en ég las meðal annars upp úr kveðjum frá hérna fólki í gær sem hefur lýst miklu þakklæti með þessa löngu útsendingu og með það að við ætlum áfram að reyna að þreyja þorrann og halda út í þessari sjónvarpsstöð þótt reksturinn gangi nú kannski ekkert frábærlega, ekki frekar en hjá öðrum einkareknum miðlum. Áður en svona ég fæ að kynnast þér aðeins betur og kynna þér aðeins betur fyrir hlustendum, áhorfendum, skiptir samstöðin máli að þínum mati? Já, alveg tímalust. Já. Ég keypti áskrift. Já. Bara mjög fljótlega aftur í loftið og horfi töluvert mikið á hana. Já. Og finnst þetta mjög góður miðl og eins og gengur það, maður er ekki sammála öllu en Nei. Maður verður ekki vitlausur af því að horfa á samstöðuna. Það finnst mér vera dálítið svo mælikvarða á hvort að miðl hefur eitthvað gildi. Þetta er reyndar svolítið góð skilgreining finnst mér hjá þér. Líður þið þannig þegar þú ert að neyta sumra annarra fjölmiðla? Já, það var óttalegt hjóm í mörgum fjölmiðlum sko, sérstaklega fjölmiðlum í línlegri dagskrár, þeir margir fullir af einhverjum ameríkörskum sápudrömmum og öðru slíku sem að ég veit ekki hversu mannbætandi eru eða hversu upplýsandi eru. Nei. Þannig að mér finnst ég alltaf að finna á samstöðinni áhugavert efni. Nánast hvenær sem er. Þegar ég kveiki bara á henni þá. Það er mjög gaman að heyra. Ég var einmitt að ræða það áðan sko að við reynum að taka hlutina svolítið á dýptina og sko þú munt sem viðmælandi núna eftir þegar ég fer að spyrja þér svona spurningu út í þitt eilíf, þá muntu að öllum líkindum sko geta klárað svona þína hugsun. Það er eitthvað sem að við höfum kannski séð hjá mörgum öðrum miðlum síðan tíminn verður einhvern veginn alltaf styttri og styttri sem að fólk fær til að svara kannski mjög flóknum spurningum og þegar svarið verður sko, þú verður að grípa athyglinna með einhverju svona gífuryrði þá verður svona svolítið morfísbragur kannski á umræðinu, eða hvað segirðu það? Já, ég er sammála þessu. Ég 3 mínútna viðtöl einhver brennandi málefni, þau skilja oft mjög lítið eftir. Þannig að eins og samstöðin gerir þetta sem að gefin meiri tími til þess að fara kafa á djúpið og
og líka velta upp fleiri hliðum það er mjög gott og upplýsandi fyrir það sem maður fylgist með því sko. Og alltaf finnst mér að ég læri mest þegar ég kalla til leiks einhvern viðmælanda sem ég ósammála á öllum grundvallarsviðum. Það finnst mér líka sko gott við samstöðuna. Það er að sko þegar þetta fór á stað þá svona hugsaði maður sósíalistaflokkurinn, samstöðin verður þetta sósíalískur áráður út í eitt og verður þetta eins og gömlu flokksmiðlarnir en samstöðin er náttúrulega eitthvað allt annað. Og kemur alls konar fólk og þið hafi verið ótrúlega lungni við það ofta að sýna sko manneskjuna á bak við ásýndina. Þegar við erum öll með 12 fleti eða fleiri sko. Og manni getur manni fellur kannski ekki við einhverja pólitískar skoðanir, einhverja aðgerðir en síðan er þetta manneskjur og þær hafa marga fleti og eru oft mjúkar og hlýjar og eiga sér sögu sem að manni finnst að margar áhugaverð og maður getur sympatísera með og ég fyrir þekkt sí. Þetta finnst mér frábær punktur hjá og minnir mér á það þegar hringdi í mig íslenskur kall á miðjum aldri einhvern tímann í fyrravetur og bölvaði mér sko fyrir að hafa tekið svona djúpvital við pólitískan fulltrúa sem að hann hafði einfalda líf sitt með því að hata vegna pólitískra skoðana viðkomandi. Svo þegar maðurinn fékk að setja sína innri persónu á borðið þá rann það upp fyrir honum og honum líkaði bara mjög vel við þessa mannesku og þetta svona eyðilagði heimsmyndan svolítið þessa pólariseruðu heimsmynd. Það getur verið svo þægilegt að dýrka einhvern og hata annan og hlutirnir eru í einhverju svona ákveðinni reiðu þarna uppi og hann kunni mig litla þakkir fyrir það að það hefði fækkað eitt sem hann gat hatað við það að kynnast honum. Já, ég held að það sé líka mikilvægt þó í litlu landi eins og Íslandi að sko við lifum öll að einhverju leyti í svona sálfræði lokaða herbyggisins. Já. Við mótum okkur skoðanir á stjórnmálaflokkum. Já. Og þá einhvern veginn færu við alla sem að standa fyrir kannski þennan stjórnmálaflokki, við setjum hann allan í sama hólfið. Og vegna þess okkur er í nöp við þennan stjórnmálaflokk eða við þennan hóp manna innan þessar stjórnmálaflokks að þá setjum við alla á sömu hillu þar og látum okkur verið í nöp við þá og þetta er svona alltaf sálfræði lokaði herbyggisins að við erum verulega byrgjum við svona lokum okkur inn í einhverjum bergmálshellum og tökum ekki inn þar sem fólk kannski er raunverulega að reyna að segja og reynum ekki að skilja sko hvers vegna fólk segir og gerir hluti eins og það gerir það. Við erum búin að ákveða það. Já. Hvers vegna fólk hvernig fólk þetta er. Já. Svo er það náttúrulega alltaf öðruvísi fólk. Og ég sem sagt það er svona pínlítið verið mín tesa svona á síðari árum sko. Sko ég held að flest fólk sé mjög gott fólk. Já. Ég held að flest fólk vilji vel. Já. Ég átti alltaf erfitt með að sjá sko heiminn í einhverju svört og hvítu sko að sumt fólk og sumir stjórnmálaflokkar þeir bara vilji mér illa. Eða vilji einhverjum hópum í samfélaginu virkilega illa. Já. Ég held að flest fólk sé, ég held að lykillinn að góðu samfélagi, sérstaklega lykillinn að lýðræðis samfélagi er náttúrulega fólk tali saman en æp ekki hvort á annað. Já. Og ég sé, mér vildi miklu frekar sjá fólk sko með opinn faðmheldur með krefta nefa sko. Þannig að ég veit það ekki, þetta er kannski barnalegt og þetta er kannski barnalegt að trúa á hið góða í manneskunni, nei alls ekki og nokkri viðmælendur okkar núna þessar síðustu 24 klukkstundir hafa nú verið svo barnalegir að bara kannski loka orð sumra hafa verið, við þurfum bara meiri ást, við þurfum meiri kærleik, við þurfum meiri nánd, það er einhvern veginn svarið út frá þessum ógöngum sem að ekki bara Íslandi statti, heldur bara heimurinn allur en sko það er pínu skrítið að vera Íslendingur með við það þegar maður hefur búið í öðrum löndum því ég hef gert það líka að sko hér er eins og það er eins og ef manni líður stundum eins og maður þurfi að velja sér lið
og svo þarftu bara að standa með liðin og þá er ég ekki að tala um KR eða Val, ég er að tala um svona pólitískan hóp eða menningarlegar kreðsur eða eitthvað svoleiðis og fátt er verra í beinum Íslendinga en þegar verður sko einhvers konar lið hlaup. Eitt dæmi var þegar Katrín Jakobsdóttir fór í forsetaframboð í fyrrasumar og þeir sem að hafa svona alla jafna fyllt henni í menningar elitumálum eða hvað maður á að segja og þeir ákvaða að kjósa eitthvað annað forsetaefni og skrifuðu það, þeir höfðu svikið einhvern lit sko, þeir voru í liðhlaupi, þeir voru svikarar og hérna Ég held að þetta er náttúrulega bara skólabókadæmi það hvernig við röðum öllum inn í hillur eða setjum alla í box og þau reynir að brölda á milli hillna eða brölda yfir næsta box þá er það hefur fólk skoðanir á því og þá ferð þú kannski sjálfur þá ert þú í þeirra huga færður yfir í annað box og þetta er svona kassalæga hugsunarháttur og þetta er ekki þetta er ekki góð leið til að skapa gott samfélag. Nei. Við verðum að geta að tala saman og við verðum að geta að skilja hvort annað og umfram allt við verðum að koma fram í hvort annað eins og manneskjur. Akkurat. Ekki eins og einhverju óværu. Nei. Linnulaust flokkunarkerfi. Eitt af því sem að mér hefur fundist núna í vaxandi mæli sæta gagnrýni, það eru þeir Íslendingar sem að opinberlega skrifa og halda því á lofti að við þurfum að vera taka miklu harðar á hryllingnum á Gaza og því þjóðarmorði sem að þar á stað. Mér finnst að þeir sem að haldi þeim sjónarmiðum á lofti fái æ meiri ákúrur frá deildags ef ekki bara hugsa Ísland, ertu á móti Íslendingum, þarf öll orkan að fara eitthvað út í heim og svo framvegis. Já, ég veit ekki hvort að sko, ég held nú að meðvitund í heiminum, sérstaklega með almennings sko aðskilnaðarstefnu Ísraels og landránsstefnu og þennan hryllinga farið mjög vaxandi sko og ég myndi segja að þróunin hvað þetta varðar sé í rétta átt. Sko ég hef sem sagt engasérað mig eða tekið þátt í að berjast fyrir Palestínumenn í mörg ár. Það veit ekki margir að því, það er kannski mörgum glemt, en fyrir 50 árum þá fór ég á samt konunni minni, voru nýgift, voru ungt fólk, bara 20. Við fórum til Líbanon, gaggjart til þess að kynna okkur málstað Palestínumanna. Hvað segirðu? Já, í maí 1975 og þetta var mjög ævintýraleg ferð. Því að rétt eftir að við lentum bara hreinlega í Beirút, þá braust borgarastyrjöld. Og við höfðum farið þarna, við vorum 6 ungir Íslendingar, höfðum farið og tekið viðtöl við fólk og reynda að kynna okkur baráttu Palestínumanna. PLO var það með höfuðstöðar í Beirút og þarna var Yasser Arafat og allir þessir svona helstu leiðtogar Palestínumanna bjuggu í Beirút. Ástæðan fyrir því við fórum var svo að stúdentar á Háskóla Íslands hafði boðið hingað tveimur Palestínumönnum, haldið fund með þeim, opinberan fund í háskólanum veturinn 74-75 og þeir höfðu skorað á íslenska blaðamenn að kynna sér málstað Palestínumanna. Það var enginn sem svaraði því kalli en nema að við sem stóðum þá að baki stéttabaráttunni sem var svona blaði á svona ysta vinstri vagnum. Við fórum. Og það skellur á með borgarastyrjöld. Við bjuggum á farfuglaheimili rétt við Al-Hamra í miðborg Beirút en það var allt byrjað að sprengja og skjóta og þetta voru stórhættulegt og þannig að Palestínumenn sem voru gestgjafar okkar þarna þegar tók á móti okkur, þeir fluttu okkur út í þann hluta Beirút sem að Palestínumenn flestir bjuggu og þetta voru Shatila flóttamannabúðurnar. Og þar voru við í ætlum ekki verið reyna 10 daga meðan að ástandið var verra og verra, borgarastyrjöldin breytist út og en kynntust náttúrulega ákaflega vel Palestínumönnum og
síðan gerist það að ríkisstjórnin í Líbanon, svona rétt áður en allt fer til helvítis, þá ákveðið að reyna að koma erlendur ríkisborgurum úr landi. Þannig að þá kom brinnvarinn bíll frá líbanska hernum og sótt okkur, keyrði með okkur út á flugvöll og þar vorum við sett upp í flugvél frá Middle East Airlines, síðan flög með okkur til Grikklands. Og þegar vélinn fer í lofti, sko, þá horfum við yfir borgina, flugvöllunum rétt fyrir utan borgina, og þar eru bara sprengjur og blossar og skotrið og bara daginn eftir að við komumst úr landi, þá lokar alþjóðaflugvöllurinn í Beirut og hann er lokaður í 18 ár. Já, hvað hefði orðið um þig að það er ekki? Þetta var mjög sterk upplifun. Við þessi hópur sem fórum, við stofnuðum fyrstu Palestínunefndina 1975 og við gáum út blað sem að við síðan dreifðum, seldum og dreifðum, og við reyndum að vekja athygli á málstað palestínumanna. Við vorum með sýningu í Galleri Zoom palestínska menningu. Við höfðum tekið með okkur dálítið efni, svona aðra plagöt, en samt eitt og annað fleira, Palestínu sjöl og svona, og þetta var bara nokkuð vel sótt sýning Palestínumenn, og við stóðum fyrir dreifi, vorum með dreifðum bara inn á Lækjatorgi, vorum að reyna að upplýsa fólk Palestínumenn, en á þessum tíma var samúð Íslendinga öll með Ísraelsmönnum og það sem við vorum að reyna að segja átti ákala lítil hljómgrunn, það segjast eins og Er það þá bara ennþá svona samúð sem að tengi seinni heimstyrjöldinni og gyðinga? Já, hann er tvímælalaust, og Ísland var náttúrulega það ríki sem lagði fram tillögun á Sameinuðu þjóðanna, bara hreinlega stofnun Ísraelsríkis, og Íslendingar litu á sig sem mikla vina þjóð Ísraels, og ég man eftir því þegar David Ben Gurion kom í heimsókn til Íslands, sem ég held bara hreinlega að vera einn af hans fyrstu heimsókn til erlends ríkis. Og í minningunni þá ég bara lítill skólastrákur og stend með ísraelska fánan og vinka þegar hann keyrir framhjá. En þetta er svo marglaga, sko. Þessi borgarastyrjöld í Líbanon, hún náttúrulega stendur í hátt í 20 ár. Og Ísraelsmenn ráðast inn í Líbanon og þeir ná allavega til Beirut og þeir umkringja Shatila flottmannabúðunar þar sem við höfum búið og þar senda þeir síðan inn falangista sem er pólitískur hópur í Ísrael og það eru fram í fjöldamóð á Palestínumönnum. Og þá satt maður og hugsaði, sko, þarna var kannski ykkur okkar vinum, ykkur af fólki sem við kynntust hefur kannski verið drepið þarna. Það var Sharon sem þá var hersöðingi sem að fékk nú á sig stimpil sem stríðsglæpamaður fyrir meðal annars þetta. En síðan lognast þessi Palestínu nefnd út af og svona eitthvað tímann 78, 79, þá ekki mikil starfsemi, en svo flutti ég til Svíþjóð og fór í nám og starfaði þar tíma með sænsku Palestínunefndinni. Þannig að ég fylgst með málefnum Palestínu og með baráttu þeirra fyrir réttlæti, má segja, í mjög langan tíma. Og þetta er náttúrulega alveg skelfilegt að horfa upp á það sem er að gerast, en það sem er ánægjulegt eða það sem maður getur glatt sig yfir er það að almenningur sem sagt sér núna þetta grímulausa ofbeldi sem Palestínumenn hafa verið beittir, sko, í hátt í 80 ár með landráni, með morðum, fjöldamorðum og það sem er að gerast á Gaza núna, þetta er ekkert byrjunin eða þetta er bara nýr kafli í mjög langri baráttu. Ísraelsmenn hafa ráðist á Gaza hvað eftir annað, þeir hafa haldið íbúðum Gaza nánast í herkví. Þetta hafa verið risastóra fangabúðir þar sem Ísraelsmenn hafa reglulega ráðist gegn með loftárásum og morðum. Þannig að ég held að það sem er að gerast núna eins skelfilegt eins og það er að
þetta felur samt sem maður í sér nýtt upphaf. Ég held að þetta sé upphafið að endalokum Ísraelsríkis. Ég held að heimurinn og almenningur í heiminum sætti sig ekki við ríki sem byggir á einhverjum landráns hugmyndum nýlendustefnunar. Nei. Þannig að maður getur grátið örlög almenna borgara á Gaza en ég held maður verði líka að horfa aðeins lengra og ég held að þetta sé upphafið að einhverju sem að gæti þýtt endalok sem sagt þessa ríkis aðskilnaðar. Ísraelsríki er náttúrulega til staðar, því verður ekki eitt. Nei. Og kannski tveggja ríkja lausn, kannski hreinlega bara eitt ríki, en lýðræðisríki, sem allir íbúar hafa sama rétt. Ekki eins og í dag að Ísrael, þá er það gyðingar sem hafa allan rétt, en ekki arabandir. Það er algjörlega ný staða finnst mér sem foreldri. Ég var 24 ára gamall þegar ég varð pabbi og ég er stend á 60 í dag. Þannig að það er alltaf langt síðan maður var foreldri á 5 börn og mér finnst núna alveg nýtt að reyna að útskýra heiminn fyrir yngstu börnunum mínum þegar kemur að öllum þessum fréttum börn á Gaza sem eru drepin við það eitt að reyna að leita sér matar. Það er svolítið svo margar hryllingssögur. Það var einhvern tímann hérna og það er svo mikið rof á siðum og gildum og við erum svo langt frá þeim stað sem ég hef talið að mannkynið væri að mér finnst alveg ótrúlega erfitt að ræða stundum heiminn við yngstu börnin mín, ótrúlega erfitt að svara spurningum þeirra og bara stutt í tárin og niðurbrot og meiri þess að fyrir mig sem hef unnið við fréttir alla mína hunds- og kattartíð þá koma fyrir svona augnablik þar sem ég segi bara nei, ég ætla bara ekki að fylgjast meira með, ég ætla bara að loka mig frá þessu. Ég bara breyti mér í búddamunk eða eitthvað, ég fer bara upp í fjöll og ég drekk te og ég borða rætur og ég er hættur. Ég ætla að segja mig úr tengslum við þessa veröld. Ég þoli ekki meiri upplýsingar. Já, ég get svona margan á skilið þetta. Mér finnst mjög oft erfitt að horfa á fréttir. En raunveruleikin er eins og hann er. Og ef við tökum síonisman og það sem er að gerast í Palestínu í dag og reynum að bera þetta saman við nasisman, það sem að gerðist á tíma nasistana, að þá byrjuðu nasistarnir á því að reyna að fæla gyðingan í burtu með því að taka þeim borgaraleg réttindi, eigna upptaka, banna þeim atvinnuþátttöku, banna þeim búsetu og svo framvegis og þá náttúrulega flúðu mjög margir gyðingar úr landi. En síðan eftir því sem að tímanum vinnur fram og raunverulega nasistónum eða þýskalandi nasism hans gengur verr í styrjöldinni og þeir kannski að fara að sjá það að fara að efast það að þeir muni hafa sigur, að þá setja þeir að stað helförina. Þetta er svona einhver óþreyja að ná einhverjum árangri að í staðin fyrir að fæla gyðingan í burtu að þá á bara að drepa þá. Og það er svona þeirra loka lausn. Ég held að Ísraelsríki og síðanastir Ísraels séu svona píldað á sama stað núna. Þeir eru búnir að reyna að fæla Palestínumennum burtu og reka náttúrulega 100.000 á flótta sem við gerðum við stofnun ríkisins 1948. Þeir hafa sífellt verið að færa út kvíarnar og þrengja að palestínskum íbúum á Vesturbakkanum og svo framvegis. Núna hefur gripið á einhver óþreyja. Þetta tekur á langan tíma, þetta er ekki að ganga, seiglan er svo mikil hjá palestínumönnum að núna eru þeir komið með sína lokalausn sem er bara nákvæmlega svo hjá nasistunum. Og þeir eru þá búin að varpa frá sér öllu því sem okkur finnst mennskan standa fyrir. Þeir eru búin að gera það sama eins og nasistandi gerðu. Nasistandir þeir demoniseruðu gyðingana, gyðingana,
þeir kölluðu og rottur og meindýr og sviftuð á raunverulega allri mennsku og ég held að það sem við erum að sjá núna er raunverulega árangurinn af áralangri sko innrætingu í Ísrael í skólakerfinu, í gegnum allt samfélagið, þar sem að það er ekki litið á Palestínumenn sem manneskjur og það er allt í lagi að útrýma þeim, þetta eru bara villimenn og ísraelski ráðamenn hafa sagt það sko að hérna litlu börnin á Gaza, þau vaksa upp og verða hermenn hjá Hamas og þetta er náttúrulega nákvæmlega sama eins og við og nasistarna gagvart börnum gyðinga á sínum tíma en á sama tíma þá var lokalaust nasistana var kafli raunverulega í falli nasismans þannig ég held að það sem er að gerast núna þetta er upphafið að endalokum Ísraelsríkis og þá skulum við skulum ekki gleyma því að Ísraelsríki gæti aldrei staðið á eigin fótum. Þeir eru til staðar vegna stuðnir frá Bandaríkjunum og frá vissum löndum í Vestur-Evrópu, eins og Þýskalandi til dæmis, eins og sorglegt og það er nú, Bretlandi, vaxandi meðvitund almennings hvað er að gerast þarna, held ég að muni leiða til breytinga. Og leið og við sjáum einhverjar mikla breytingar í pólitíkin í Bandaríkjunum eða Vestur-Evrópu, það fellur Ísraelsríki. En ekki alveg strax? Nei, þetta er ábyggilega langur og mjög sársaukafullur kafli í sögu Palestínumanna. Þegar ég var í New York síðast, það var árinu sem leið, hvað er 2025 í dag? Já, 24. Þá voru þarna brennvarðir bílar sem að óku stræti New York borgar með áróðri gegn Palestínumönnum og þarna voru lögreglumenn en þeir létu þetta ótalið og ég talaði við heimamenn sem sögðu að ef þetta væri á hinn bóginn þá væri þetta stoppað og þetta væri strangt til tekið bannað því það væri, ég skildi náttúrulega ekki tungumáli því að það var verið að tala hana framandi tungumál sko en það var sérstu verið sagt það að það væri lög gegn því, þú getur ekki bara keyrt þú getur ekki keyrt með hátalara á Manhattan og dælt gjöreyðingar áróðri yfir Palestínumenn á þess að einhver lög séu gegn því en það gerði engin neitt í því og þarna er nú til dæmis Trump ekki komið til valda á síðara kjörtímabili og mér finnst þetta mjög óhugulegt og svona segja einhverja sögu síðan höfum við náttúrulega fylgst með alveg ótrúlega skelfilegum hlutum sem hafa verið að gerast í Bandaríkjunum hvað var þar mannréttindi og aukna hörku í öllu og Evrópa náttúrulega hendist til og frá og við erum að samþykja Evrópuríkin er að nánast að gleðjast yfir því að Trump Putin hafi komið því til leiðar að við erum hætt að eða peningunum í mannúð og hjálpa hvort öðru og umhverfismál og eitthvað svoleiðis og nú fara peningarnir í hernaðamál og varnamál og svona. Þetta er ekkert æðislegt ástand. Nei, þetta er alls ekki æðislegt ástand og en ég held samt aðra eins og ég segja að úr upplausninni þá fæðist eitthvað nýtt og gott sko. Já. Og þannig að ég hef nú trú á því að þið góða muni sigra, það er nú svona mín grundvallar skoðun sko. Og við sáum hvernig fór með kynþáttaðalskeiðarstjórnir í Suður-Afríku. Já, sannlega. Það var mjög brattan að sækja en þar hafst sigur og ég held líka sko að við getum alltaf spurt sko maður verður að spyrja leikslokum og hvað var allir með Ísrael sko þá getum við spurt svo, og hvað svo sko Ísrael er í raun ekki sjálfbært á nokkurn hátt. Nei. Sko þetta er bara eins og einhvers konar virki sko fort Ísrael virki nýlendastefnunar inn í Arabaheimin. Já. Og segjum að komist á einhver friður að þá Ísrael mun aldrei geta klára sig án þess að fá $5.000 á haus
í styrk frá Bandaríkjunum á ári. Þeir eru ekki sjálfbærir á nokkun hátt sko. Nei, það sem ég og þú getum gert sko er að hætta að kaupa appelsínur að þeim. Já, við hygglust að hundsa all viðskipti við hérna síjónistana og gera okkar til þess að einangra þá sko alþjóðlega og meðal okkar landsmanna sko að benda á hvað er í gangi sko. Þannig ég held þetta verður löng og þetta verður erfið barátta en ég held að sko fyrir Palestínumennið er þetta ekkert nýtt. Nei. Þeir eru búin að búa við þetta allt frá stofnun Ísraelsríkis. En þeir eru bara orðin svo miklu færri núna Ólafur heldur en þeir voru og hvenar... Palestínumennum fjölgar og það er nóg að þeim. Já. En þeir búa langflestur utan Ísraels. Já. En Palestínumenn eru mikilvægur hópur í sérstaklega nágrannaríkjum Ísraels og hérna og þeirra vitund hverju þeir eru og hverju þeirra saga og hverju þeirra arfleið, hún fer ekkert minkandi. Nei. Þannig eins og ég segi, ég er bjartsýnn á það að upp úr þessum hörmungum þá kom eitthvað betra. Já. Það getur tekið tíma, það getur kostað mikla þjáningar en ég er alveg handvissum að við erum að leiðinni þangað. Það er gott að heyra að segja það og ég ætla að elta þennan ljósgeisla núna sem að þú leggur hér á borðið. Segðu mér aðeins frá sjálfum þér, hvernig varst þú manneskja, hvers vegna fórst í jarðfræði, akkur ákvaðast að mennta þig, akkur fórstu út fyrir landsteinana, hvað er það svona sem allir jafna hefur keyrt þig áfram í lífinu? Já, þetta er nú stórt spurt. Já, minn bakgrunnur er náttúrulega sá að sko, ég kem nú úr bara á alþýðu bakgrunn, pabbi minn var hérna loftskeytamaður og mamma bara heimavinnandi húsmóðir. Já. Fæddur hvað í Vesturbænum? Já, ég er fæddur í Austurbænum er ég fæddur, sem sagt Skúlagötunni. Og síðan byggur síðan í blokk í Hlíðunum, ég er svona blokkabarn. Já. Og hérna það sem að mótaði mig kannski mjög mikið var hérna að ég er næst elstur af 5 systkinum og þegar ég er 13 ára gamall þá deyr faðir minn í mjög hörmulegu vinnuslysi og þetta hafði gríðarlega áhrif á mig náttúrulega og fjölskylduna sko. Það var nú löngu fyrir tíma sko einhverja sálfræði aðstoðar og áfalla hjálpar og svona og við börnin áttum bara að kreppa nefan í buxnavasanum og grenja í hljóði sko. En hvað með lífsbjarginnar? Já, það varð allt saman miklu erfiðara og móðir mín sem var náttúrulega bara með barnaskólapróf á austan sko. Algjörlega ómentuð, hún þarf að fara út á vinnumarkaðin, það hefur bara verið heimavinnandi húsmóðir eins og var algengt á þessum tíma. Þetta er á 7. áratugnum og þá voru engin annir störf í boði heldur en lánunarstörf og þegar ég var í menntaskóla með Hamralíð þá mér alltaf gengið vel í skóla. Ég man alltaf að þegar ég var kannski 10 ára þá spurði pabbi mér sko, hvað viltu gera að vera stór? Og ég sagði, ég vil vera sjómaður. Og pabbinn er sjómannssonur, afi minn var sjómaður alla ævi og þá sagði pabbi, nei, þú átt að fara í skóla, þú átt að mennta þig. Og þetta sat í mér og eftir ég misti föður mér þannig þá ákvaði að ég ætlaði í menntaskóla, ég ætlaði að mennta mig. Hann átti það inni hjá þér að þú myndi gera hans vilja? Já, það held ég að hafi raunverulega sendt mig þangað sko. Síðan eftir menntaskóla þá var ég nú að vinna í 2 ár í álverinu Straumsvík og svo þegar ég var þreyttur á því að svitna yfir drullupottunum þar þá ákvaði ég að fara í háskólan. Og þú spyrði af hverju ég fór í jarðfræði. Ég eiginlega bara rann á bananahýðin í jarðfræðina sko. Já, ég skráði mig í frönsku í háskólanum og landfræði. Þú hefði nefnilega alveg geta orðið sko heimspeki menntaðar, maður heyrir það þegar maður spjallar við því að þú ert ekkert síður á þessu húmaníska félagsvísindasviði í orðræðu heldur en raunvísindum. Já, kannski. En sko ég þurfti svo að taka námskeið í
jarðfræði, almennri jarðfræði sem Sigurður Þórarinsson kendi. Hann var þekktur prófessor og fræðimaður á sín tíma. Og mér fannst þetta svo gaman. Að ég hugsaði að mér heyrðu miklu skemmtilegur að vera jarðfræðingur heldur en að vera beygja franskar sagnir. Já. Þannig að ég bara... Það getur alveg keypt það. Já. Franskan var skemmtileg en þannig að ég skráði mig bara yfir jarðfræðina og þurfti að bæta við mér svona undirstöð í starffræði, efnafræði, eðlisfræði. Það gekk bara vel og svo var þetta greinilega það sem ég átti að gera því ég fór svo raketta í gegnum þetta nám og eftir að hafa lokið grunnprófi hérna á Íslandi þá fór ég í doktorsnám til Svíþjóðar sem var rosalega gott. Það opnaði fyrir mér alveg nýjar vittir sko. Hvernig þá? Sko Ísland á 7. og 8. áratug síðustu aldar var náttúrulega sko samfélag helmingarskiptaflokkana niður njörvað, hræðilega íhaldsamt, hræðilega lokað, öll pólitísk umræða var í skotgröfunum endalaust. Og mér fannst að margan háttir ég kom til Svíþjóðar sko að það lukust bara upp fyrir mig nýjar vittir. Að horfa hvernig stjórnmálamenn töluðu hver við annan. Líka sko innan háskólans í Svíþjóð það var allt annað andrúmsloft, það var miklu opnara. Þar skiptust menn á skoðunum en rifust ekki. Og það var svona allt annar tónn í samfélagsumræðu og viðmóti. Ísland var óttalega sveitó, menn voru bara ég upplifði það þannig. Það var mín upplifun sko. Við vorum svona lokuð og einangruð en Svíþjóð er opinn og svona framtíðin hátt til loft svo vítt til veggja, þú upplifir. Já, og það var bara svo margt gott í Svíþjóð. Það var til dæmis það voru hlutir sem var endalaust verið að rífast á Íslandi sem var bara eiginlega ekki talað í Svíþjóð eins og það var ákveðin samfélagssáttmáli menn voru sammála ákveðna hluti og þetta voru þá hlutir sem snéru að velferð og að börnum og öðru slíku sem að þurfti ekki að ræða. Menn voru bara, það var ákveðin samfélagssáttmáli í gangi, menn voru sammála grundvallaratriði. Á Íslandi voru menn ekki og eru ekki enn í dag á margan hátt sammála grundvallaratriði. Nei, við erum ekki ennþá sammála hvort við ætlum að vera sko jafnaðarmanna þjóð eða mjög langt til hægri undir mjög miklum áhrifum frá Bandaríkjunum. Já, og þar að vera við getum ekki eins og verið sammála það að þjóðin eigi auðlindir í þjóðareigu. Svo er það. Bara sem dæmi, sko. Og Norðurlöndin voru miklu opnari heldur en Ísland var á þessum tíma. Og það var erfitt að dæmi það hversu miklu leyti þetta mótar mann, en maður kemur alltaf þarna sem ungur maður og svo búum við hjónin í Svíþjóð í 19 ár. Ölum þar upp 3 stráka sem að ganga í gegnum þetta sænska velferðarkerfi sko. Og þetta breytir þetta manni alveg sko verulega og frá Svíþjóð fórum við síðan til Noregs og reyndar allavega norður á Svalbarða fórum að vinna þar við hérna heimskautta háskólan sem að þar vorum bæði prófessorar þar og áður við flyttum til Íslands sko. Og við fundum það mjög vel þegar við fluttum til Íslands eftir sko 22 ára 23 ára dvöl erlendis sko að við vorum svona Svo voru þeir svolítið öðruvísi. Já, á margan hátt sko, við komum alltaf til Íslands sko árunum fyrir hrunið og í Svíþjóð höfðum við lært svona ákveðna hluti tekið það bara til okkar með móðmjólkinni sko, eða með hérna sko Jöran Persson sem var seinna forsætisráðherra Svíþjóðar, hann var nú fjármálaráðherra þegar var svona bankarhrun í Svíþjóð 1992. Við fórum alltaf illa út úr þessu hruni, við áttum hús og við lendum í því þarna að skuldina voru meir en andvirði húsins og hérna tók okkur alltaf tíma að vinna okkur út úr því en
hann skrifaði alltaf skemmtilega bók, hann Göran Persson, sem hafði þennan langa og leiðanlega titil Den som satt í skuld inte fri. Skuldarar ekki frjálsir. Nei. Og þetta kom ég með til Íslands, eða við komum með þetta til Íslands, erum hlutin til Íslands rétt fyrir hrun, og á þeim tíma eru allir að skuldsetja sig á Íslandi. Já. Upp fyrir haus. Og 100% húsnæðislán. Já, 100% húsnæðislán og allt þetta, og við keyptum okkur náttúrulega þetta húsina, en við vildum ekki skulda. Nei. Þannig að við tókum alveg lágmarkslán sem við síðan stemdum að því að borga upp bara eins hratt og við gátum. Já. Og svo var ég að segja við fólk svona í mínu nánustu umhverfi þar sem að fólk var að skuldsetja sig fyrir haus og börnin þeirra voru að skuldsetja sig fyrir haus, og ég var eitthvað að segja svona, er þetta nú skynsamlegt og hvað ef. Þá var svona bara hlegið að mér og það, í fjölskylduboði, ég man eftir jólaboði, þá var sagt að hann Óli, hann búin að búa svo lengi í Svíþjóða að hann orðinn svona öryggisfíkill. Þannig að, og svo kemur alltaf hrunið en við vorum daldið öðruvísi heldur en allavega margir af þeim sem voru í okkar umhverfi, því að við skulum ekki gleyma því að, og ég sá þetta náttúrulega mjög vel sem kom eftir að hafa búið svona lengi erlendis að það voru mjög margir þáttakendur í dansinum kringum Gullkálfi fyrir hrun. Já. Svo náttúrulega margir að þetta tóku þátt í þessum dansi. Já. Þeir fóru svakalega illa út úr hruninu. Já. En þetta var pólitískt, þetta var bara í pólitísku andrúmslofti þessa tíma á Íslandi. Já. Og ég held þetta sé pínu lítið enn eitt píldið dæmi þess sálfræði lokaða herbyggisins á Íslandi. Já. Það einhvern veginn búið til eitthvað andrúmsloft og allir dansa með, nema einhverju fílupúkar sem að enginn hlustar á. Já. Þó að rökin séu góð. Einmitt. Ég veit ekki, þetta kannski allt og einföld sín, en svona blasir þetta píldið við mér. Og það var mjög áhugavert fyrir mig að upplifa hvernig til dæmis lögmál blaðamennskunar voru færð til og átt að beigjast inn í þessa veröld sem þú lýsir til dæmis hvernig það var reynt að normalisera það að í stað þess að blaðamenn væru faglega hlutlægir og sjálfstæðir, þá áttu við bara að hoppa upp í flugvélar og fljúa út í heim með þessum gæjum sem að áttu bankana og voru að kaupa upp hálfa veröldina og skrifa síðan hetjusögur, yrkja til þeirra konungakvæði í dagblöðum og öðrum fjölmiðlum og af því við vorum að tala á liðaskiptingarnar og svona hvernig flokka og tilheyra og allt það að ég lenti í þeirri skrýtnu stöðu skömmu fyrir hrun þegar ég neitaði alltaf þessum boðsferðum. Ég sagði ekki þátti því þetta er ekki blaðamennsku, ég var að kenna blaðamennsku og ég gæti ekki tekið þátt í einhverju boðsferðum, ég gæti ekki látið kaupa mig sem blaðamann og þá var þannig komið á tímabili að ef þú sagði nei við kannski fréttastjóran eða ritstjóran sem var að bjóða þér upp í flugvél og einhver mógull að borga fyrir því á ferðina, ef þú sagði nei þá var þínu öryggi í starfi raskað, það sneri allt á haus. Já, ég trúi þessu mjög vel, það er náttúrulega, þetta hefur nú verið viðlóðandi Ísland og ákveður svona einkenni á Íslandi er það að hér hefur verið iðkað berúsferbút, svo þjóðverðin kalla þetta, að ef þú ert óþægilegur, að þá er vegið að þennu lífsöryggi. Já. Og þetta er náttúrulega ekkert nýtt og þú hefur skrifað heila bók þetta sem var mjög góð. Já, þakkaði fyrir það. Óþægilegur oft bara jafnt og sjálfstæður. Já. Það er, og þetta er svona hluti af þessum skorti á, ég vil kalla á skilningi á eða mikilvægi einhvers konar samfélagsáttmála. Já, einmitt. Þannig að það er mér góða punktur. Já, svona það fylgja margir kostir í og margir gallar að búa í illu samfélagi Já, einmitt. Og það er stutt á milli manna
og boðleiðir eru oft tiltölulega einfaldar en á sama tíma þá náttúrulega opnar þetta fyrir spillingu ættingja og kunningja spillingu og það er svo erfitt að taka á þessu sko, og þá vantar einhvers konar að fólk sé einhvern veginn sko, sammála það hvernig eigum við að haga okkar samskiptum í þessu samfélagi og þetta fannst mér til dæmis eins og í Svíþjóð fannst mér og Danmörku og Noregi það sem ég nú búið líka þá það fannst mér vera svona miklu meiri sátt það að samskiptin á ákveðnu plani. Ég ætlum að fann aldrei til þessi Svíþjóð að mér var á einn átt mismunað þó ég var Íslendingur. Nei. Það vann aldrei gegn mér. Nei. Það var alltaf komið fram við mig á jafningja grundvelli. Já. Hvað var þar allt sko. En á Íslandi á Íslandi var það ekki. Nei. Við vorum með ákveðna yfirstétt á Íslandi sem að reði því bara lengi vel hvernig menn stóðu og sátu. Já. Og síðan var fólki náttúrulega raðað í hólf eftir pólitískum skoðunum. Heldur betur. Og ef þú varst í réttu hólfi, þá stóðu þér allir vegir opnir, þú gast fengið lán til að stofna fyrirtæki, þú gast fengið þetta og þú gast fengið hitt. Já. En ef þú varst í þessu hólfi þarna, þá voru þér allar götur lokar, þú férst ekki einu sinni í vinnu. Og þetta náttúrulega einkenndi 7., 7., 8. áratuginn á Íslandi alveg rosalega. Já. Og þetta byrjar ekki að breytast á Íslandi svona allavega, eins og ég sé þetta fyrir raunverulega sko, með aukinni integreringu í Evrópu og EES-samningum og öðru slíku. Sem það voru, svo Halldór Grönvold, góðu vinur minn, blessi sér á minning hans. Hann sagði sko að EES-samningurinn hefði verið eitthvað stærsta réttabót sem íslenskur almenningur hefði fengið. Ég tek undir það, ég held að hann hafi breytt alveg gríðarlega miklu. Sko, það er líka þjóðfélagskenning að ríki eins og okkar sem er svona ríkt af náttúruauðlindum að sko, þar er meiri hætta á þessari kunningjaspillingu. Siðvit, umræða siðvit og siði verður oft minni. Þú ert með það er eftir svo miklu að sækjast í eiginlegum skilningi þegar kemur að þessum, hvað maður að segja, veraldlegu náttúruauðlindum að hugurinn og umræða hugan og siðferði og allt þetta, hún er víkjandi. Þú getur styttið leið með því að ná tengslum við kjötkallana og það hefur sko Danmörk og hefur búið í Danmörku. Já. Munurinn á Danmörk og Íslandi hefur oft verið nefndur sá að þeir hafa sko tiltölulega lítið af náttúruauðlindum á meðan við höfum mjög mikið og þeir hafa þurft að sem sagt, skrifa sinn samfélagssáttmála með allt öðrum hætti og þar þú ert að mappa alls konar hluti þar og kortleggja og hafa alls konar lögmál sem að við einhvern veginn höfum ekki hér. Þannig að oft er það sagt að sko helsta böl okkar sem þjóðar sé hvað við erum rík á náttúrulegum auðlindum í ákveðnum skilningi og maður heyrir það nú svolítið og sér núna á umræðinu veiðigjöldin. Já, ég get vel trúið því. Ég er náttúrulega engin sko sérfræðingur því á einn eða hátt en maður bara horfir á þetta og maður furðar sér aldrei á því sko að það sé ekki að ná ákveðinni sko grundvallarsátt í samfélaginu. Já. Það finnst mér bara stórundarlegt sko. Það er það. En 2 spurningar varðandi það sem þú hefur sagt núna að þú sagðir að þegar þið gengir svona vel í skóla. Ég er áhugamaður það að hverju sumu fólki gengur vel í skóla og sumu ekki. Ég las grein eftir Þórdísi Reykfjörð Gylfadóttur í gær þar sem hún bara eins og svo margir aðrir lýsir gríðarlegum áhyggjum af menntun Íslendinga og hvað okkur gengur bara öllum meir og minna illa í skóla núna. Það er nógmælt en allt of mörgum okkar gengur illa og misheppnaðar breytingar á framhaldsskólastiginu og ég held að sé bara misheppnaðar breytingar á flestum skólastigum og ég segir alveg eins og og það er ekki langt síðan ég tók síðustu kursana í háskóla þannig að ég er ágætlega að mér þar líka en borðaðu mikinn fisk sem barn? Þetta var góð spurning. Já, það var náttúrulega alþjóð heimili og var ekki? Það var þverögin ísa 4 daga í viku sko, alveg híklust. Er hún ekki líkillega góður námsæðan? Ég veit ekki. Máli dögt. Ég held að það var hvað mig var það sko, þegar ég horfði tilbaka þá
þá sko, ég var með mjög góða kennara í barnaskóla. Já. Ég var í bekk í barnaskóla sem var bara mjög góður bekkur. Já. Og síðan í framhaldsskóla, ég var náttúrulega í MH og ég kunni kannski ekki alveg að meta það á þeim tíma en ég sé það svona eftir á að það var náttúrulega alveg einvala lið af góðum kennurum. Já, einmitt. Og þarna fá þér ágætt laun ennþá. Já, Miðað við aðrar stéttir. Sko, það sem að ég upplýði í MH var sko að kennararnir þeir komu fram við mann af ákveðinni virðingu. Já, einmitt. Og maður fann að þeir vildu mennta mann. Ég meina Jón Böðvarsson, Heimir Pálsson, þú veist, Einar Laxness, Jón Hnefill Aðarsteinsson. Þetta alvöru lið. Já, þetta voru á þeim tíma, þetta voru alltaf ungir menn, Örn Ólafsson og fleiri, sem voru kannski 10 árum eldri heldur en við krakkarnir, sko. Já. Og það geislaði af þeim þessi vilji til þess að mennta okkur. Vilji til góðra verka. Já, og þannig að námið varð skemmtilegt. Já. Og hvetjandi og síðan náttúrulega maður kemur upp í háskóla og þegar ég svona finn mína fjöl í jarðfræðinni að þá var námið alveg ótrúlega skemmtilegt. Þannig að það var ekki kvöl og pína að læra. Nei. Það var bara eitthvað sem maður gerði að því þetta var svo gaman. Já. Ég veit ekki hvort að þetta hefur eitthvað breyst sko í skólakerfinu. Ég bara þekki það ekki nú að vera sko. Ég efast ekki að sko kennarar gera sitt besta og og get ekki ímyndað mér annað. Ég kann enga skýring á því okkur námsárangur fer hrakandi. Ég bara kann ekki skýring á því. Eitt sem afleitt að sko starfskilyrði kennara eru þannig að þeir ætla þeim að standa fyrir einhverju umræðu þjóðfélagsmál. Þótt ekki sinna bara eldgos. Þá sko eiga þeir á hættu að það komi einhverja kvartanir sko frá foreldrum barnanna. Þetta hef ég beint inn úr fleiri en einu grunnskóla. Ég spurði börnin mín þegar Reykjaneseldar hafa verið hvað líflegastir núna síðustu misseri og ég verið að spyrja börnin mín sem hafa verið á grunnskólastíð 2 þeirra. Var kennarinn eitthvað að fjalla það sem gerist í nótt eða það sem að gerast núna eldgosið í jarðskjálftanum? Nei. Og svo kannski fer ég og það foreldrafundur og ég spyr kennarann, af hverju fjallið ekki þjóðfélagsmál, af hverju fjallið ekki eins og var hjá mér, þannig 73 þegar ég gís í Heimaey, þá verið að kenna mér í eða bara einhverju svefnherbergi með nokkrum öðrum mýveskum börnum og ég held hún hafi nú ekki verið kennaramentuð, svo sem hún var að kenna okkur og hún bara svona að reyna að bjarga okkur í sveitinni og leið og sjónvarpsútsendingin hefst, þá náttúrulega er skóla slitið og við förum öll upp í stofu til kennslukonunnar og við förum að fylgjast með gosinu í Eyjum, en ekki hvað og þetta held ég eini skóladagurinn sem ég man eitthvað eftir fyrstu 4 árin í skóla, eðlilega og þetta vill maður sjá að börnin okkar í skólanum upplifi líka, maður vill að kennarar séu í aðstöðu til þess að kippa þeim út eða færa þau til eða eitthvað svoleiðis, en þá sko formið orðið þannig að þú þarft alltaf að vera inn í einhverju ramma og svona, þetta getur ekki verið gott. Já, ég þekki þetta ekki sko. Nei. Þegar ég í barnaskóla og menntaskóla, þetta náttúrulega allt annað samfélag. Já. Ég meina, þegar ég í barnaskóla þá ekkert sjónvarp. Nei, það ekki komið þá. Nei, þá eru krakkarnir bara út að leika og það engin farsímar og það ekkert internet og þannig að það erfitt að bera saman þessi samfélag sko. Ég á enga skýring á því okkur námsárangri íslenskra barna fyrir hrakandi. Nei, þetta var svona mitt rand bara. Já, en síðan enn og aftur sko er þetta eitthvað sem við þurfum að hafa verulega áhyggjur af? Ég held það. Já, ég held það. Ég bara átta mig ekki á því sko. Nei, ég held sko að leitin að inntakinu og merkingunni og samhenginu og því sem að keyrir þá fólk áfram og glæðir börnin, býr til hennar glampa í augunum. Ég held að leitin að þessu núna standi yfir. Og ég hef átt krakka í skólum og leikskólum síðan 1991 og á enn barn sem í grunnskóla. Já, það er náttúrulega spurningu sko, hvað viljum við skólakerfið sko, gefi börnunum í veganesti. Já. Og við viljum kannski að börnin beri með sér einhverja lífsleikni
færni til að takast á vandamál og leysa þau, færni til þess að bera ábyrgð á eigin lífi, færni til þess að koma fram með annað fólk að virðingu og kurteisi og færnina til þess að vera góð manneskja. Já, kannski bara mikið sem glepur í nútíma samfélagi að fólk smart í boði börnin verði sko bara ringluð og þau verði ringluð átti sig alveg á því sko en eins og ég segi ég ekki tala þetta, ég veit ekki þetta en hitt atriði sem langaði að heyri í þér varðandi að þú nefnir árin á Svalbarða eða tíman á Svalbarða, hvað var þetta langur tími segir? Já, þetta var nú samanlagt sko hátt í 10 ár. Já. Það allt tekið saman sko. Og þegar maður í því hlutverki þarftu þá að byrja að taka byssuleyfi eða hvernig með íspinnina og byssurnar og það allt saman. Já, það bara hluta bakkanum. En sko þetta var í raun kannski bara eðlilegt framhald af því sem að ég haslaði með völl sko eftir doktorspróf þá haslaði ég mér völl sko innan ákveðin sérsviðs í jarðfræðinni sem eru heimskautajarðfræði. Já. Þannig að ég fór bara strax eftir doktorspróf þá fór ég að vinna að rannsóknum á heimskautasvæðunum og var í leiðangrum til Suðurskautslandsins. Tók þátt í 5 stórleiðangur þangað, ég fór til Grænlands, ég fór til Svalbarða náttúrulega. Já. Og ég fór til Síberíu og með smá útidúrum hingað að þangað vann aðeins í Suður Afríku, pildi í Póllandi og svona ég vann frá Síberíu til Suður Afríku. Já. Þannig að það var í raun og margar að svona alltaf lógist að fara að taka skrefið alveg út. Ég var búin að eyða öllum sumrum og mörgum vetrum sko á heimskautasvæðunum. Já. Og var og mjög heillaður af þeim. Já. Þetta svona sko það tengist pínlítið því sem að ég var að upplifa á þessar löngu göngu sem við töluðum sko. Einmitt. Ég var að reyna að brjóta til merkjar sko af hverju líður mér vel þegar ég ligg í tjaldi einhvers staðar einn í heiminum. Já, langt í burtu frá öllu og lengst af náttúrulega sko fyrir tíma gerfinhattasíma var maður án alls sambands við heiminn sko, maður fór bara og svo var maður í burtu í 2 mánuði. Já. Einhvers staðar sko, sem maður segir á góður íslensku in the middle of nowhere. Einmitt. En það fylgdi þessu ábúrslega velíðan. Friður. Já, friður. Já. Og ég held að sé þetta sko þegar maður á svona stað og maður að vinna þá fer maður inn í algjöra núvitund. Já. Maður svona átt að sjá því að það þýðir ekkert af áhyggjur af því þó að hvernig veðrið verður á morgun. Einmitt. Það verður bara eins og það verður. Já. Og þannig að maður lifir umverulega hvern dag bara, þetta bara röð af dögum. Já. Og einhvern veginn þá þurrkast út sko. Það svo margt sem bara filtrast í burtu. Maður ekki bombarderað með endalausum fréttum af vondum atburðum, af stríðum og hörmungum og náttúruhamförum og maður kemst til svona ákveðna núvitund þegar maður í svona vinnu. Og það svona í mínum huga þrátt fyrir öll ævintýri og allt annað þess að það sem maður upplifði og erfiðleika og áföll og allt mögulegt sem gerist sko í svona ferðum að það sem stendur eftir það þessi minning af bara sko hvað maður var í mikilli hugar og hvað maður leið vel andlega þetta mjög sérstætt. Þú minnist á þessi tæki og sko þetta svo mikill þjófur núvitundarinnar að hann þarf ekki einu sinni að senda mér skilaboð til að ég viti að það samt ekkert til sem heitir friður vegna þess að þótt hann sé ekki að senda mér skilaboð þá munu þau koma bara eftir nokkrar sekundur eða nokkrar mínútur. Ég veit það og ég nýkomin stuttir í ferð frá Mývatnssveit og þar sem sagt fór ég í langar göngur, kannski göngur sem voru 5-6 klukkstundir og ég leyfði mér þann mun að
í sumu þeirra að skilja eftir síman þótt að ægi vera öryggisatriði að maður sé með eitthvað, að maður fótbrotnar, maður reynd til fjalla en ég gerði það, ég skildi hann í sumu tilökum eftir og þær ferðir, þær voru allt öðru vísi heldur en ferðirnar sem ég var með síman. Já, ég held að þetta sé rosalega ríkt í okkur og sko þú getur spurt fólk sem að fer í göngur með ferðafélaginu og fólk sem að gengur sér til dægrastýttingar á fjöll og svo framvegis að þegar upp staðið allir segja að þeim líður svo vel og þetta sé svo gott af hverju líður þið vel af hverju er þetta svona gott þetta er ákveðin áskorun sem þú sigrast á en umfram allt þú ert í núvitund þú ert hér og þú ert nú og annað skiptir ekki máli og ég held að farsímar séu miklir gleðispillir ég held að þeir Við eigum eftir að koma upp nýjum samfélagssáttmála það ekki notkun þessara tækja kannski snýst þetta það að við þurfum að bara læra að nota þau rétt farsímar er náttúrulega gríðarlega öflugir en það er eitt að vera með farsíma og geta nota hann og það er þetta nota til góðs en það er annað að láta lífsitt stjórnast af farsímanum og endalausum skeytasendingum á öðru slíku sko og endalaust að vera að horfa á eitthvað myndefni á TikTok eða hvað það er nú sem nota sko ég get ímyndað mér að sé þannig ég held að núvitund sé af margarna sko lykillinn að hamingju sko ég velti þessu heilmikið fyrir mig skal ég segja þér sko, hvað þú hefur hægðað lífiðinu þannig að þú hefur fengið tóm til að hugsa samanber það sem ég nefndi í eingangnum og þetta sem að þú komst inn á áðan að eftir að þú lendir í neikvæðri reynslu upp í Háskóla Íslands þá bara ferð þú og gengur 1000 kilometra í Evrópu og hugsar og hreinsar þig og veltir fyrir þér hvað er það sem að þetta líf gengur út á Já og þá er maður náttúrulega algjörlega í núvitund og þegar maður er á langri göngu þá kemst maður í ákveðið flæði og þetta flæði er líkamlegt það er að segja maður leggur ákveðið álag á skrokkinn á sér og maður finnur hvernig maður styrkist og manni líður vel með það en þetta er líka andlegt það fer að ganga svona ákveðin þráður í gegnum þínar hugsanir að þú ert að velta einhverju fyrir þér og kemst ekki reyndi niðurstuð en þú ert svona að velta þessu fyrir þér og svo tekur upp þráðin aftur daginn eftir eða 2 dögum seinna og það er náttúrulega ekki til neitt eitt svar við spurningunum sko hvað er hamingja? Nei, það eru mörg svör Það eru mörg svör og fólk þetta náttúrulega hefur verið viðfangsefni sko heimspekinga og listamanna og alveg reynd frá sko allavega aftur til skriflegra heimilda ég meina þetta er eitt af því sem að grísku heimspekingarnir sko veltu mikið fyrir sér hvað er hamingja og hvað gerir mann hamingju saman og þetta er spurning sem að rómverskir heimspekingar og í dag það kom út á hverjum einasta degi kom út bækur það einhverja leiðsagnar og sjálfshjálparrit til hamingju og hvað er hamingja og ég á svo sem ekkert svar við því ég get alveg skilgreint fyrir hvað er óhamingja en það er miklu erfiðar að skilgreina hvað er hamingja og fyrir mér að þá er sko hamingja er þetta hreinlega bara að sko hamingja er eitthvað sem kemur innanfrá það er einhvers konar svona við getum sagt að svona þyrping af jákvæðum hlutum jákvæðum tilfinningum af gleði, af væntumþykju af ást sem sagt bara jákvæðni sem maður fær í gegnum það að geta tekið til sín sitt umhverfi, geta mætt fólki af virðingu, af umhyggju og þá fær maður svo mikið tilbaka. Fyrir mér er þetta hamingja. Og ég held að í nútíma samfélagi sko að þá vantir daldið og kannski vantar þetta sko hjá börnum og unglingum að þeim sé leiðbeint sko í þessa átt. Hvað er lífsleikni og hvernig getur komið
stemt að því að verða kannski betri manneskja og sem að gefur af þér og fær mikið tilbaka. Einmitt. Þetta svona, ég veit að það er erfitt að koma orðum að þessu, en hamingja er eitthvað sem að þú sem að þú verður að upplifa. Já. Allt í einu veistu þetta. Þú veist það að þú ert hamingjusamur og ef þú skoðar líf þitt eða skoðar hvernig var það þegar þú varst óhamingjusamur, þá sérðu það að þú ert búin að taka í burtu ákveðna hluti. Já. Þú ert kannski ekki endilega búin að bæta miklu við. Nei, mitt. En þú ert til dæmis hættur að umgangast einhverjar eitraðar manneskjur sem að bara dreifa neikvæðinni í kringum sig og eru, þú skilur hvað ég meina? Ég skil hvað ég meina. Þú ert hættur að gera hluti sem að þér finnst þú þurfir að gera, en eru þér á móti skapi. Einmitt. Þú ert hættur að ljúga eða þú ert hættur að drekka. Já. Skilur hvað ég meina? Já. Það eru svona hluti sem að, og svo allt í einu þá uppkvæmdur það að þér líður vel. Ég skil alveg hvað átt við. En má ég klára þarna túristaspurninguna ísbjörnin? Lentur einhvern tímann komst í hann krappan? Já. Þú gerði það? Margoft. Margoft? Já. Ég hef náttúrulega á Svalbarða þá komst ég ná í ísbjörni margoft, sko. Er það? Já. Þurftur að hlaupa undan? Nei, þú hleypur ekki undan ísbjörnum. Nei, maður gerir það ekki. Nei. Akkur ekki? Af því að hann hleypur miklu hraðar en þú. kannski inn í næsta hús. Já. Ég hef þurft að gera það með hafinn í húsi, sko. Og það sem að hvítabjörn reynda ná mér og en þannig að það sumar þegar ég sá flesta hvítabirni að lendi, þá taldi ég 105 birni sem að voru einhver staðar innan sjónmáls og sumir og mjög óþægilega nálægt. En sko, hins vegar eru hvítabirni, sko, þeir eru ekki, sko, þeir veiða þig ekki. Nei. Þeir geta ráðist á þig en þeir veiða þig ekki. Ég skil. Þú ert ekki veiðibráð. Einmitt. Já. Þannig að langflesti birnir sem að ég hef staðið frammi fyrir, það hefur auðvelt að hræða það í burtu. Ég fyrir að segja bara bú og þá hlaupa þeir. En svo er svona einn og einn sem að er forvitinn og vill kynnast manni betur eða jafnvel svangur. Já. En ég hef aldrei þurft að skjóta hvítabjörnin. Já. Maður fór náttúrulega ekki neitt að þess að vera vopnaður, sko. Nei. Ég lenti stundum í því sem sjónvarpsfréttamaður fyrir norðan að elta ísbirni. Já. Og ég hef fundið, sko, þennan ótta og þessa virðingu, sko. Og þannig að ég hef svona persónulega áhuga á ísbjörnum eða hvítabjörnum. Einhvern tímann var ég að vinna fyrir Stöð 2 og ég talaði ísbirni og þá hringdi einhver málfarsráðunautur og sagði: Björn minn, þetta eru hvítabirnir. Já, það er rétt talið hvítabirnir líka. En Ólafur, það búið að vera sérlega gaman að spjalla við þig og við höfum bara komist yfir brota því sem að mér langaði til þess að kynnast betur í þínu fari, en þannig vil maður hafa þetta. Maður vill ekki tæma allt saman, þannig að ég veist að við höfum bara eftir að hittast oftar við Rauðaborðið. Það er gaman. Og mér langar til að þakka þér líka bara kærlega fyrir stuðningin við samstöðuna og hlýleg orð í upphafi þessa þáttar. Já, þakka þér fyrir og eins og ég segi, ég er bara óskökur allsins besta með þetta. Bara samstöðin megi hún lifa, sko. Þú sé alveg nauðsynleg í okkar samfélagi í dag. Kæra þakkir fyrir það, Ólafur Ingólfsson. Jarðfræðingur, þá verða hér vaktaskipti eftir andartak, þá kemur hér séra Guðmundur Karl, biskupsefni, þið munið eftir honum frá þeim bardaga í fyrra, það munið hann bara hálsbreyta hann yrði biskup, hann ætlar ekki að koma einsamall, ég held að hann ætlar að koma með hundin sinn hérna inn í stúdíu líka og við ætlum að spjalla um það sem að 60 blaðamaður og prestur ættu að gera alla sunnudagsmorgna, bara lífið og listina og tilgangin með lífinu. En ég vona það að tæknimaður minn, hún Laufey, eigi eitthvað til þess að setja á fóninn, eins og maður geti sagt, eitthvað svona sem að brúar bilið. Það eru nokkra mínútur í næsta viðtal, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Maraþónið heldur áfram.